Aðalgönguleiðin á Þverfellshorn liggur frá bílastæði og upp á útsýnisskífu á Þverfellshorni í 780 metra hæð yfir sjávarmáli. Gönguleiðin er vel merkt og heildarlengd Þverfellsleiðar til og frá bílastæði er 8 kílómetrar. Gönguleiðin á Þverfellshorn er bæði fjölbreytt og reynir með víðtækum hætti á líkamann. Fjölmargir fara leiðina nokkrum sinnum í viku sér til heilsubótar og njóta líkamsræktar í náttúrulegu umhverfi. Skógræktarfélag Reykjavíkur hefur látið útbúa skilti við gönguleiðina. Er það gert með öryggi göngufólks í huga og til þess að fólk átti sig á hvar það er staðsett á leið sinni á toppinn. Áður en lagt er á stað er mikilvægt að skoða veðurspá. Hana er meðal annars hægt að nálgast á veraldarvefnum, til dæmis á veður.is, belgingur.is, ir.no og fleiri síðum. Einnig er hægt að hringja í veðursímann 902 0600 og hlusta á veðurfréttir á Rás 1. Mikilvægt er að vanda valið vel þegar kemur að því að velja sér nesti fyrir fjallaferðir. Orkuþörf líkamans tvöfaldast við áreynslu á göngunni. Nesti þarf að vera listugt og orkuríkt. Gott er að hafa eitthvað til að narta í allan tímann, til dæmis rúsínur og hnetur. Í fjallgöngu er hætta á blóðsykufalli og því er gott að hafa súkkulaðimóla til að grípa í. Velja þarf nesti sem er létt og tekur ekki mikið pláss í bakpokanum. Dæmi hentugt nesti eru flatkökur, keks og súkkulaðistykki. Þá er nauðsynlegt að vera með nóga vökva og mælt með því að hafa allavega 1 líter af heitum drykk, til dæmis kakó eða kaffi í lengri ferðum. Vatn er besti svaladrykkurinn og hentugt í fjallaferðir. Gott er að kynna sér aðgengi að drykkjarhæfu vatni. Á Esjunni má nálgast drykkjarvatn í lækjum nálægt gönguleiðum. Hentugum fjallafatnaði má skipta í 3 flokka, innstalag, miðlag og ystalag. Innstallagið einangrar og heldur rakanum frá líkamanum. Miðlagið er aðal einangrunin og getur verið í mörgum lögum til frekari hitastýringar. Ystalagið er vatns- og vindheld skel sem heldur hinum lögunum þurrum og kemur í veg fyrir stanslaus loftskipti. Innstallagið einangrar og heldur raka frá húðinni. Á að vera svokallað þykkt snið sem leggst vel að líkamanum. Miðlag, aðal einangrunarlagið, hentugt er að hafa fleiri en 1 þunnt lag til að geta stýrt hitanum betur. Ystalagið þarf að hindra að vatn komist inn en líka hleypa raka út. Í köldu veðri er mikilvægt að vera með húfu þar sem hitatap er mest höfuðið, en þó er alltaf gott að hafa létt höfuðfat, til dæmis buff og derhúfu. Skóbúnað þarf að henta aðstæðum. Gönguskór eru flokkaðir í mjúka, hálfstífa og alstífa skó. Mjúkir henta vel fyrir léttar og stuttar sumargöngur. Hálfstífir eru algengustu gönguskórnir en þeir henta vel fyrir allar lengri sumargöngur, vor- og haustferðir þegar ekki er von á snjógöngu. Alstífir henta fyrir vetrarferðir þar sem gengið er í snjó. Í gönguferð Esjunnar henta mjúkir og hálfstífir gönguskór vel og góðir hlaupaskór fyrir þá sem vilja spretta úr spori. Þegar farið er með hóp í fjallgöngu er mikilvægt að vera með fararstjóra sem er vanur gönguleiðinni eða kannast vel við þá gönguleið sem hópurinn á að ganga. Fjöldi fararstjóra fer eftir stærð hópsins en hentugt er að hafa 3, svo einn geti gengið fremstur og leitt hópinn, annar er fyrir miðju hópsins og svo þriðji yrði síðastur og passar að enginn dragist aftur úr. Æskilegt er að sá sem gengur aftastur sé með sjúkra- og öryggisbúnað. Gott er ef þessir 3 fararstjórar væru með eins konar samskiptabúnað, til dæmis talstöðvar til að geta látið vita ef eitthvað kemur upp á. Mikilvægt er að fararstjórarnir séu vel búnir og fer það eftir aðstæðum hvaða búnaður sé æskilegur, en ávallt skal vera með sjúkrakassa meðferðis. Hægt er að fylla út ferðaáætlun á safetravel.is sem er heimasíða þar sem björgunarsveitin getur nálgast áætlunina ef eitthvað kemur upp á. Það er ekki nauðsynlegt fyrir dagsferðagöngu á Esjuna en mikilvægt er að láta sína nánustu vita af ferðinni. Jöklin hafa vakað í 1000 ár, ef þú rýnir inn í bergið sérðu glitra tár. Orðin kristaltær, prófið mér nær og nær, ég reyndi að kalla á ástina sem á dvalanum reis í gær. Þú sagði mér frá skrýtnu landi fyrir okkur einn, þar ýmsu rósir á hvítum sand og vonum betri heim. Ég hló, þú horfðir á, augu þín svarta frá, ég teygði mig í heiminn inn í gólfið, reyndi að ná.
kann ekki